Komið sæl, við á N4 ætlum næsta klukkutíman að gera upp árið í áramótaþættinum og heyrum í fólki vísvegar land. Já, það þetta með COVID-ið, blessað COVID-ið. Hvert ætli verði nú orð ársins þegar upp verður staðið? Fordæmalaust, það verður alveg örugglega á listanum. Svo það, hvað við segja, smitrakning og veldisvöxtur og svo auðvitað þríeykið. Já, og svo Zoom og Teams og ekki gleyma mute. Nei, við gleymum því ekki. En hvað það? Við ætlum sem sagt að fá til okkar góða gesti næsta klukkutíman. Við hefjum leikinn á Skagaströnd og þar spákonu hofið. Og við báðum spákonurnar þar að spá fyrir árið 2021. Við fáum reyndar 2 spákonur. En svo seinni, hún birtist síðar í þættinum. Hér alltaf plan A og B. Já, hún Dagný Marín Sigmarsdóttir spáir í tarotspil og við ætlum að fá að sjá hvað tarotspilin sögðu henni. Já, ég hérna búin að leggja út spilin fyrir árið, ætla aðeins að kíkja í þau. Númer 1, 2 og 3, heildar sýn mín yfir árið nokkuð góð fyrir fjölskyldur. Það ég myndi segja að kvenlegt innsæi svolítið mikið að koma hérna inn. Ég með keisaraynjunu hérna í miðjunni. Það svolítið gleði líka í kringum okkur. En, það alltaf þetta en. Í janúar þá sé ég strax að það svolítið bakslag. Við þurfum að passa okkur. Ég held þetta tengir svolítið heilsufærin okkar. Eitthvað nýtt kemur sterkt inn til okkar strax í febrúar. Vinnusamur mars, þar þarf fólk að taka svolítið á. Ég ekki að segja að það eins og allir séu svolítið að reyna að gera sitt besta, en það vantar svolítið að hugsa fyrir heildina. Hjól framtíðarinnar birtist okkur svo í apríl með sólinni. Og ég sé bara að hjól framtíðarinnar líka bara fyrir heiminn svolítið. Og þarna það bjart í kringum okkur þá. Ég samt alltaf að, það eins og við göngum 1 skref áfram, svo erum við alltaf að fara aðeins tilbaka. Jú, fallegt og gott í maí, en samt einhver óánægja. Það eins og allt snúist eitthvað peninga hérna. Kannski bara rifrildi mitt peninga. Mitt ár þá verðum við aðeins farin að geta knúsast meira, þar kemur fjölskyldan meira inn og samvera og við erum svolítið ánægð með okkur. Við samt viljum alltaf eitthvað meira. Við sækjum í eitthvað lengra. Ég sé svo bara haustið koma með svolítnum átökum. Það eru átök bæði trúlega vinnumarkaði, ég tala nú ekki í kringum pólitíkina. Máninn birtist hér, hann svona svolítið að draga okkur niður. Það verða, svolítið mikil skipti, myndi ég segja, í sambandi við eftir kosningar. Það kemur upp eitthvað mál hérna sem að lemdi svolítið harkalega á einhverjum og einhverjum sem höfðu kannski stórar og miklar vonir eitthvað að það verður ekki eins og til var ætlast. En í heildina litið, það finnst mér samt við vera að fara inn í ár sem miklu betra, en það getur ekki verið neitt annað heldur en eitthvað betra. Þannig að verum bjartsýn. Þetta reddast, eins og einhver segir. Og síðan ætlum við að tala við hann Valla á Blönduósi mýfluga. Sjá hver að vera með bara. Já, allt grænt sem... Ok. Það þá bara fyrir fólk að slökkum á þessu en að við erum bara í raun og veru bara slúta, bara loka spurningin og það bara drífa upp tölvutuna og fara að svara. Á Melrakkasrétt, fyrsta orð, jæja. Já, svona getur sjónvarp verið og það eru vissulega gerð mistök í sjónvarpi sem að ekki eru sýnd nema kannski þá svona á þessum tímamótum svona rétt í kringum áramótin. En næsti gestur okkar Katrín Sigurjónsdóttir og hún sveitarstjóri í Dalvíkurbyggð. Vertu velkomin. Takk. Katrín, fyrir
sléttu ári eða einhvers staðar svona þar kring, þá varst þú hugsanlega bara úti að moka stéttina fyrir utan framan húsið hjá þér. Já, mjög líklega. Ég held að ég hafi eiginlega gert lítið annað þann vetur heldur en að moka snjó. Þetta var mjög snjóþungur vetur hjá okkur í fyrra. En á þessum tíma fyrir það bil ári, þetta er svona óveðrið mikla og þá fór rafmagnið og allt saman. Já, það var reyndar aðeins fyrir, það var hérna miðjan desember sem að hvellurinn mikli kom, 10. til 12. sem olli hérna lengsta rafmagnsleysinu. En hvernig tilfinning var það svo þegar varðskipið sigldi inn og gaf ykkur rafmagn? Það var bara ólýsanleg tilfinning og það var eitthvað svo merkilegt að varðskipið gæti séð okkur fyrir rafmagni að sko það var reyndar, Rarik var náttúrulega búið að koma með aflstöðvar þarna sama kvöld. Þannig að þetta voru 2 aðilar sem að héldu okkur hreinlega á lífi þarna. Það var Rarik og það var Þór. Og svo náttúrulega veiturnar okkar líka héldu hitt á megninu af fólkinu. En svona 2 topparnir svona þegar þú gerir árið upp, það vondaveðrið og rafmagnsleysið og svo er það COVID-ið og þið lentuð hvað í annarri bylgjunni eða ekki? Jú, við fórum meira út úr henni heldur en fyrst. Í fyrri bylgjunni þá var bara einn svona sem að veiktist hjá okkur og smitaði ekkert út frá sér. En í seinni bylgjunni þá endaði það í 25 manns og það var svona svolítið samfélagssmit hjá okkur. Þannig að það var meiri barátta í seinni bylgjunni núna í október og byrjun nóvember. En svo það annað líka svona þegar þú flettir í dagbókinni svona aftur á, þá sem sagt stendur einhvers staðar í dagbókinni hjá þér fiskidagstónleikum frestað. Já, og það stendur í rauninni bara fiskideginu með mikla frestað. Það var tekin ákvörðun það þarna frekar snemma bara ætli hafi ekki verið hreinlega í maí. Að þá tekur fiskidagsnefndin það ákvörðun að fiskidagurinn mikli verði ekki haldinn. Og var svona kannski fyrst þessara stór útiháttíða til þess að ganga bara fram fyrir skjöld og viðurkenna það að þetta myndi vera besta lausnin. Og þetta alveg, ég segi það alveg sérstaklega núna í desember þegar það kom svo út 20 ára útgáfus rit fiskidaginn mikla að þá fann maður hvað maður hafði nú saknað þess að það var ekki haldinn fiskidagur á þessu ári. En það voru fleiri stór viðburðir, flottasta fiskvinnsluhús heimsins, auðvitað á Dalvík. Já, þarna vorum við alveg ótrúlega hamingjusöm í ágúst þegar að þetta stórkostlega hátækni fiskvinnsluhús Samherja var opnað. Og það er gaman að segja frá því að það hefur gengið vel frá fyrstu stundu þarna í nýja húsinu. Og bara hvað þetta er mikil stund fyrir Dalvíkurbyggð, ekki stærra sveitarfélag en þetta, að hafa þessa heimsklassa hátækni fiskvinnslu þarna. Og að fólkið okkar fá að taka þátt í rauninni í framþróuninni og bara, þróun tækninnar í fiskvinnslu. Ég fekk að fylgjast með því þegar þú fluttir ávarp þegar var verið að starta húsinu. Maður fann það einhvern veginn svona í þinni ræðu hvað þú varst stolt fyrir hönd sveitafélagsins. Já, það er bara mjög eðlileg viðbrögð held ég á svona stórri stundu. Og ég var kannski svona stoltust bara fyrir hönd íbúana allra, fyrir hönd fólksins sem að vinnur þarna. Að þetta er merkilegt og þetta er sko ofsalega metnaðarfullt verkefni hjá Samherja að setja þetta upp á Dalvík. Það er mikið viðurkenning fyrir sveitafélagið. Já, og svo er það nú Svarfaðardalurinn ykkar, hann var nú að fá ákveðna viðurkenningu, var ekki þið ætlið ykkur stóra hluti þar? Já, við sóttum sem sagt í, það heitir C1 flokkur í byggðaáætlun sem er svona verkefni til sérstæk verkefni sóknaráætlanasvæða. Og í samstarfi við SSNE, landshlutasamtökin okkar, að þá sóttum við að verkefni sem heitir Friðlandsstofa, Anddyri Friðlands Svardala. Og þarna sjáum við fyrir okkur að nýta gamla skóla sem hefur ekki verið í notkun núna í 4 ár líklegast. Að flytja byggðasafnið og setja upp fuglasýningu og vera svona með þennan inngang í friðlandi og þar sem fólk byrjar þá að koma og kynna sér friðlandi áður en það fer út
að ganga og skoða fuglalífið og náttúruna. Margt að skoða í Dalvíkurbyggð. Já. En það nú örugglega tónlist á þínu heimili, hvernig verða áramótin hjá þér? Áramótin núna verða held ég óvenju skemmtileg. Við ætlum að vera saman bara öll kjarnafjölskyldan, sem sagt við hjónin og börn og tengdabörn og barnabörn. Og þetta rétt sleppur í fjöldatakmarkanir almannavarna. Og já, það bara borðaður góður matur og það kannski ekkert svo mikið endilega sungið akkurat þar en það rétt hjá þér, það tónelskir einstaklingar í fjölskyldunni. Já. En svona þegar þú svona gerir árið upp, þú kannski saknar þess kannski ekkert voðalega á ýmsan hátt, en framtíðin, ertu bjartsýn á 2021? Já, ég alltaf bjartsýn og þó ég líti tilbaka og árið hafi verið erfitt þá höfum við lært margt á þessu ári, mjög margt. Við höfum til dæmis okkur hefur fleytt fram í tækni, í fjarfundum og við höfum lært hreinlega að vera nægjusöm, segi ég. Og já, ég segi árið var ekkert alslæmt þó að það hafi fært okkur mörg erfið verkefni upp í hendurnar. En já, ég jákvæð fyrir 2021. Ég held að þetta verði bara ótrúlega skemmtilegt ár. Það svo margt í pípunum hjá okkur til dæmis bara í sveitarfélaginu verið vinna mörgum skemmtilegum verkefnum. Þannig að já, ég hlakka bara virkilega til ársins. Og við á N4, við segjum bara til þín og ykkar bara gleðilegt ár og takk fyrir það gamla. Takk sömuleiðis, gleðilegt ár. Komið sæl aftur og við höldum áfram hérna í áramótaþættinum á N4. Við ætlum að halda áfram að fara hringferð landið og heyra í góðu fólki. Já, við förum í Borgarbyggð. Kristján Ágúst Magnússon bóndi á Snorrastöðum í Borgarbyggð. Komdu sæll, Kristján, þú vilti helst kannski bara kenna þig við gamla Kolbeinsstaðahrepp eða hvað? Já, takk fyrir það. Já, við erum mjög íhjaldsamir í Kolbeinsstaðahreppnum og breytum því ekkert, sko. Það reynda búið að þurrka okkur út í stjórnsýslunni en við höldum okkur við Kolbeinsstaðahreppnum. En þetta ár sem að núna að kveðja, þú og þið gleymið því seint. Já, þetta búið að vera, mjög skrítið öllu leyti. Það búið að vera náttúrulega þetta COVID-ástand er búið að hafa mikið áhrif en eins og ég segi, það ekki allt vont. Það margt gott en eins og ég segi, mjög skrítið. Þið voru í miklu framkvæmdu, var það ekki í lok síðasta árs? Varst ekki að róbótavæða allt hjá þér? Jú, við tókum nýtt fjós í notkun í mánaðamótin október-nóvember 2019. Þannig að við vorum bara á lokaspretti og vorum bara í stíginu upp á jólastekinni þegar allt skall á. Þú líka með ferðarþjónustu. Hvernig fór það í ár? Það fór bæði vel og illa, sko. Það ég meina, ef ég tala illa, þá náttúrulega urðum við fyrir miklu tekjufalli en fengum ótrúlega mikla þó trafík í sumar af Íslendingum og fyrir hluta ársins, fyrstu 3 mánuðir voru bara fínir. Þangað til allt lokaðist í mars og apríl og já, svo þetta náttúrulega búið að vera stöndið síðan í september, október, sko. Þannig að, en ég meina, sumarið fór ótrúlega vel með hvernig það litum. En því að það töluverður munur það ekki að taka á móti Íslendingum og svo aftur útlendingum? Jú, það náttúrulega alltaf munur. Ég meina, þú veist, mörguleyti, sko. Það náttúrulega gott við báða, þú veist, eða bæði. En jú, það og meiri sé munur á Asíubúum og svo Evrópubúum og svo framvegis, þannig að það bara, þetta bara allt ólíkt. En núna þegar þú horfir til framtíðar, bóluefnin, þau eru handan við hornið, þannig að, ertu ekki bara bjartsýnn fyrir 2021? Jú, ég meina, en ég held að það verði aldrei fyrir ég veit það ekki. Ég held að förum ekki að ferðaþjónustuna einhver alvöru fyrir bara seinni hluta, En jú, ég meina, ég fagna því að bóluefni sé á leiðinni, en handa við hornið, hvað hornið, ég veit það ekki alveg. Þú veist, við erum eftir að koma öll á stað aftur,
Ég meina þó að við förum í gangi okkur vel á Íslandi og allt það, þá allt annað eftir, þannig að ég meina, maður alltaf bjartsýnn, það þýðir ekki. En Kristján, hvernig verða áramótin hjá ykkur? Það verða bara yndislega eins og alltaf, sko. Ég meina, það kemur náttúrulega okkar litla familja, það kemur hérna og hérna við borðum bara góðan mat og þannig að, eins og ég segi, og já, það verður bara frábært. Hvað verður í matinn? Já, eins og ég segi, ég held að sé kalkúnni, það var kalkúnni fyrra og ég gerir ráð fyrir því að verði aftur þannig. Ég ætla að vona það. En þú verður sem sagt í eldhúsinu svolítið með svundun og þá uppið það ekki? Nei, það ég stíg ekki fæti hér, sko. Ég fekk vott og svo móður minni þegar ég fór inn í hjónaband að ég hefði ekki vit á eldhúsmennsku, þannig að ég forðast það bara. Og við á N4 bara segjum bara, gleðilegt ár vestur og takk fyrir það gamla. Og þessu næst þá skulum við sjá hvað tæknideildin, hvað hún ætlar að bjóða upp á næst í mistökum eða skemmtiatriðum ársins. Er þetta fólk sem sagt ekki þetta fólk? Hvað annir? Já, býtu, vá. Trú ekki sér svona lélegur spilin í dag. Bara blát. Klipp. Já. Ég alveg tóm. Þú voru að klippa þetta út líka, Egill. Þetta tíminn lífið samt. Hvað meira getum við talað um? Föstudagsháð. Og áfram höldum við með áramóta þátt N4 þegar einn hefur hvatt okkur, tekur sá næsti við, annaðhvort með því að koma hingað í myndverið eða þá bara í gegnum tölvuna. Já, þú hefur nú sett til nokkra fundina Daniel Jakobsson, bæjarfulltrúi á Ísafirði og hótelstjóri og skíðamaður. En hefurðu einhvern tímann tekið fund á skíðum, fjarfund? Já, það nú þannig að sko þegar maður í þessu starfi sem ég í þá eru svona símtöl sem hún alltaf bara verður að taka og það eru alveg ófáar fjölskylduferðina þar sem fólk hefur staðið og króknað og kulda þegar ég þurfti að nýta tækifæri og vera í símanum og þegar maður náttúrulega göngustíð þá eru svona símasamband stopult þannig að þá verður maður bara að stoppa en það náttúrulega ekkert betra heldur en að taka fund á skíðunum sko, það lítið mál. Þið hafi verið rosalega duglega að byggja upp ferðaþjónustuna í raun að vera á skömmum tíma fyrir vestan. Bara skemmtiferðaskipin, þau hafa skipt ykkur miklu máli. Hvað miklu máli? Þau skipta okkur það miklu máli að þau samsvara svona tekjurnar af þeim, samsvara rekstri á einum leikskóla og þetta eru 150 milljónir sem koma beint inn í sveitasjóð í hafnargjöld og svo er talið að þau skilji eftir sig á bilinu einhver staðar sitthvoru megin við milljarðinn inn í rútufyrirtækjum og veitingastöðum og annarri afþreyingu þannig að þau skipta okkur alveg gríðarlega miklu máli en það eru þetta líka kannski svona svolítið rauðningsáhrif og við fundum það alveg í sumar þegar skemmtiferðaskipin voru ekki að koma þá var meira svigrúm fyrir hefðbundna túrista meðal annars Íslendinginn sem að gat á farið þær ferðir sem að skemmtiferðaskipafarþegarnir eru annars að fara þannig að það var nú líka það sem var mjög gaman í sumar að fá svona marga Íslendinga í heimsókn og geta þá búið þeim upp á bæinn svona túristafrían eða svo maður komast. Vestfirska náttúran, hún er rómuð þegar þú varst að hitta þína kuna sem að voru að koma vestur. Er það kannski stundum þannig að Íslendingurinn, hann er kannski að koma í fyrsta skipti á ævinni vestur en er búin að fara 8 sinnum til New York á ævinni? Já, ég stundum veltið fyrir mér og langar að gera könnun á því bara hvað er stórt hlutfall Íslendinga sem hefur komið bara yfir höfuð til Vestfjarða eða á síðustliðnu 5 árum og ég held að það sé miklu lægra hlutfall heldur en mann grunnar og sérstaklega í sumar þá rétt að slá á það finnst mér svona kannski helmingur af þeim Íslendingur sem gistu hjá okkur voru að koma í fyrsta sinn og einhverju hefur kannski komið í einhvern handboltaleik skilur komið í sendibastinn og farið morgunin eftir eða eitthvað eða með mömmu svona pappa þegar voru lítil sko en ég geti bara trúa því að þetta væri innan við helmingur Íslendinga
sem hafi komið vestur á Ísafjörð á síðustu 10 árum sko. Ég bara næstu vikurnar, Daniel, ekki bara upplagt og þú hvetur væntanlega sem flesta að byrja bara nýtt ár með því að skutlast vestur og fara á skíði? Jú, við erum skíðagöngubærinn og við erum útivistarbærinn og hér er náttúrulega líka magnað svigskíðasvæði og fjallaskíðasvæði, þannig að Ísafjörður á náttúrulega ótrúlega ríka skíðasögu og hér eru til dæmis lengstu brekkur á landinu í lyftu, þannig að ég myndi nú segja að svigskíðasvæði okkar sérstaklega verið svona falin perla og margir ættu að huga því að koma hingað á svigskíði, en svo er það náttúrulega líka gönguskíðin og við tökum hér á móti á 3.000 manns árlega til að koma á gönguskíði og það fer af stað núna 7. janúar, það er bara full bókað hjá okkur eða svoleiðis. Við hefum ekki kannski þorað að hafa hópan alveg stóru og þeirra út á COVID og erum svona að reyna að við þurfum allan að búa okkur undir það að geta verið með í 10 manna hópum, þannig að það eru kannski 4, 5, 6 hópar hverja helgi, en það er bara fullt hjá okkur allar helgar fram í apríl á gönguskíði og það er náttúrulega alveg ótrúlegt að það sem að bjargaði hótelinu hafi verið kannski bara svona áhugamálum hans og sýnir náttúrulega að þannig sem hlutinni gerast að fólk vill koma og heimsækja þig og sjá hvað þú ert að gera sko. Af hverju býr þú á Ísafirði og ég bý á Ísafirði af því að hér er besta gönguskíðasvæði á landinu og það er gaman að fá fólk vestur til þess að svona bara upplifa okkur. Þannig að þú verður á nýársdag bara strax komin á skíðin, eða hvað? Já, ég hef einu sinni verið á skíðum á miðnætti. Það var mjög gaman og þetta árið ætla ég nú reyndar að vera á Akureyri, en það er aldrei að vita að maður bregður sér bara upp á Hlíðarfjalli eitthvað og horfið í bæinn klukkan 12. Já, það er líka fallegt hér. Já. Við segjum bara vestur gleðilegt ár og takk fyrir það gamla Daniel Jakobsson og þessum næst skiptum við yfir á tæknideildina. Og þær eru komnar yfir 90 núna, ekki þær. Ég er að labba á túlipananum hans. Jesús. Túlipanan er að byrja að koma. Já, ég steig óvart á einn. Fyrirgefðu. Margir eftir. Já, þeir eru margir eftir. Resta... Þetta var allt að koma. Að vera út allt. Svo þreytt. Ég er spæð að fara að leggja mig. Bæng. Já, alls konar. Sorry. Í fjöruferri skulum halda. Og áfram höldum við hér í áramótaþætti N4 nú þegar árið er að kveðja. Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir, sveitarstjóri í Húnaþingi vestra, gleymir þessu ári sennilega seint eða aldrei. Velkomin. Takk fyrir. Nei, þetta er árið sem ekki gleymist í lífum hans. Það er vist ábyggilegt. Það var óveður og það var COVID og þið fenguðu þetta allt þarna? Já, við tókum þetta bara allt eiginlega með trompi, má segja. Fyrsta rauða viðvörunin í desember sem hafði komið hér á landi, hún var hjá okkur og með miklum afleiðingum, þannig að rafmagnsleysi og við vorum sambandslaus við umheiminn í einhverja sólarhringur og sólarhring þarna. Þetta hefur verið 17 tíma sjálf, símasambandslaus og netlaus og við vorum rafmagnslaust mjög lengi hjá okkur eins og víðar á landinu og þannig þetta er tími sem mun ekki gleymast. En svona Húnvetningar eru harðir af sér og eru þekktir fyrir að standa saman. Þegar þú svona horfir núna þá getur þú hort í baksýnis spegilin sem betur fer. Þetta þjappaði ykkur saman eða hvað á margan hátt? Já, algjörlega og þetta sýndi bara hvað þetta samfélag er sterkt, gott og samheldið. Þannig að stóð fólk algjörlega saman og það er líka það sem við sáum í COVID-inu þegar að við þurftum að loka sveitarfélaginu í úrvinnslusóttkvinni í viku, 6 daga.
það náttúrulega stóðu bara allir saman það að þetta væri bara, við ætlum bara að vinna þetta stríð þarna og við gerðum það á viku og þannig að við vorum náðum þannig utanum þetta með því að standa bara þétt saman og allir voru með í þessu verkefni. En hjá, ykkur svona það jákvæða sem að maður svona getur í fljótu bragði tekið upp úr þessu ári hjá ykkur að fjölga og það allir hressilega. Já, við hafa margt jákvætt í Húnaþingi vestra og það mikill kraftur, okkur að fjölga og já, við getum bara sagt að því að veit þú verið áhuga því Kalli, það hafa 15 börn fæðst á árinu og við ætla að sé ekki hægt að segja að síðan 6 börn sem að við getum kannski tengt við tímabil óveðisins, þannig að sem fættust í ágúst og september, þannig að Nú skulum við aðeins það er sem sagt rafmagnsleysið þarna áramótin, það ekki? Desember. Og það fættust þá nokkuð mörg börn í lok ágúst og byrjun september? Og í september, já. Af þessum 15 börnum sem hafa fæðst á árinu, þá eru 5 sem fættust í 4 í september og 1 í ágúst. Segið þið svo COVID-ið og rafmagnsleysið sé ekki bara ágætt? Bara bjarga landsbyggðunum. Hver veit. En hvað svona segir komandi ár? Ertu bjartsýn? Já, ég bjartsýn, mjög bjartsýn. Ég held að nú fari þetta alltaf að fara upp á við og við erum alveg búin að taka út okkar erfiðleika og ég held að nú fer þetta bara upp á við og við vonumst náttúrulega til að með bóluefninu að þá fari að vænkast hagur í ferðaþjónustu og öðrum greinum og þeim tengdu greinum og við erum til dæmis í okkur erum við að byggja grunnskóla, það er mikil fjölgun að við munum færa tónlistarskólan inn í grunnskólan og ætlum að taka þann hluta í notkun núna í haust fyrir fyrsta hluta byggingarinnar og það er bara mikið af ungu fólki sem að flytja í Húnaþing vestra og vill búa þar og við sjáum bara fjölda mörg tækifæri þar núna. Og pláss fyrir litlu börnin inn á leikskóla? Pláss fyrir öll litlu börnin inn á leikskóla, það er alveg nóg pláss hjá okkur. En hvað með hefðirnar, hvað segir sveitarstjórinn, heldurðu fast í ýmsar hefðir? Nei, ég hef nú ekki haldið kannski mjög fast í hefðir en þó nokkrar hefðir sem við höfum í heiðri og eins og við systur reynum nú að gera saman laufabrauð og svo hittist stórfjölskyldan og við erum saman á jóladag og áramótunum og reynum bara að njóta samverunar og það ætlum við að gera núna í okkar jólakúlum. Ragnheiður Jóna, takk fyrir að koma og góðar kveðjur í Húnaþing vestra og allt Norðurland vestra og bara gangi vel á nýju ári. Takk fyrir. Og við ætlum að fá svolítið meira góðgæti frá tæknideildinni. Kári kemur sér fyrir aftan myndavélunar. Dagný tilbúin á tökkunum. Svo við byrjum. Þetta var allan svona, já, franskan var erfið, orðaði þannig. Ég er hommi. Já. Og óhætt að segja að nóg sé listaspírur hér, þó leikararnir séu ekki á svæðinu. Innkall, það er engin ákveðin kall, heldur ákveðin típa af því að kalla. Ég get þetta En já. Hér í Að það er betra að fá handverk í gjöf en hausverk. Jú. Time's up. Klár. Hvað? Nú þurfti ég að hósta. Við vorum fyrir vestan áðan og höldum nánast þvert yfir landið, förum á Austurlandið og auðvitað allt saman í fjarfundarbúnaðinum sem að, hvað ég að segja, var fundin upp eða minnst þótti virkjaður á þessu fordæmalausa ári. Og þar er Jóna Árný Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Austurbrúar. Velkomin í þáttinn. Þú hefur væntanlega setið nokkra fjarfundina á þessu fordæmalausa ári, eða hvað? Já, þeir hafa nú verið nokkrir og jafnvel þannig að heilu dagarnir, það hefur maður bara setið hérna fyrir framan vélina
og tekið þátt í samtali við fólk alls staðar að landinu og jafnvel milli landa líka. En þú, svona, eins og við sögðum áðan, ert búin að sitja nokkra fjarfundina, svona því að þegar þú kveður árið 2020, kannski má segja að Austfirðingar hafi sloppið nokkuð vel út úr COVID-inu, eða hvað? Já, við hefum verið rosalega heppin. Það eiginlega bara eitt orð yfir það. Við höfum ekki fengið mörg smitt á svæðið. Íbúar hafa bara heilt yfir reynt að passa sig eins vel og mögulegt hægt en þú getur aldrei gert ráð fyrir því að sleppa á einn eða neitt hátt þegar svona veikindi í gangi eða svona veira í gangi. En þið stóðu svo vel saman að þið sameinuðust. Þetta var feikna mikil sameining. Já, þetta var stór sameining sem átt sér stað hérna á árinu og Múlaþing var til og þeir voru að birta bara núna í síðustu viku nýtt bæjarmerki fyrir hið nýja sveitarfélag sem var skemmtilegt að sjá. Þetta var langur ferill. Ég held að það sé, það var kosið sameininguna í október. Stóð til að kjósa í apríl en COVID náttúrulega spilaði þar inn í og kosningu frestað fram á haust og svo var sameinað aftur þá kosið í september og sameiningin tók gildi fljótlega framhaldinu því. Þannig að þetta er ansi langur meðgöngutími, skulum orða það þannig og COVID spilaði þar dálítið stórt hlutverk í því ferli. En eru þið fjölskyldan með einhverja sérstakar áramótahefðir? Hvað til dæmis borðið þið áramótin? Þá höfum við náttúrulega alltaf farið á brennu sem væntanlega verður ekki í ár, þannig að við höfum eitthvað annað sem við förum í væntanlega, en það er búið að taka hérna í Bísvegi, það er búið að taka hrossahús, það eru fjárhús, það eru hefðbundin störf þar í kringum áramót og undirbúa vorið með tilhleypingum og öðru. Þannig að það verður nóg að vera í sveitinni og á heimilinu yfir jólaáramót. Það efast ég ekki. Við vorum að tala við Daníel Jakobsson á Ísafirði áðan og hann ætlar að byrja árið að fara á gönguskíði. Ætlar Jón Árni að hefja nýtt ár með því að fara í vök í böðin vinsælu fyrir austan? Já, það er hægt að byrja árið á ýmsan verri hátt heldur en að fara í vök, skal ég segja. Það er gríðarlega gott að fljóta þar í laug ofan í vatninu, urðað vatninu. Og ég hugsa að það er nú bara einn af þeim áfangastöðum á Austurlandi sem að Austfirðingar mæta á og finnst gríðarlega gott að koma í þetta ljúfa umhverfi sem þau eru búin að búa til þar í kringum vök. Og nú er hugur okkar hjá fólkinu, íbúunum, vinunum okkar og ættingum og félögum á Seyðisfirði sem að við hamfarirnar núna fyrir jólin mistu bæði eignir og öryggi sitt í einni svipan. Það er kraftaverk að það varð ekki manntjón miðað við lýsingarnar á atburðarásni. Það má eiginlega segja að það sé ljósi punkturinn í öllum þessum hörmungum að ekki varð manntjón. Ég er gríðarlega stolt af samfélaginu okkar hérna á Austurlandi. Hér standa menn saman sem einn maður og allir leggja hönd á plóg. Það eru mjög margir með taugar til Seyðisfjarðar, bæði innanlands og utan og höfum við fundið mikla og sterka stuðningsstrauma koma til landshlutas og til Seyðisfjarðar á þessum tímum. Það er framundan heilmikið hreinsunar og uppbyggingarstarf og ég er sannfærð að okkar fallegi Seyðisfjörður komi til með að blómstra á ný. Samstaðan, hversu mikilst virði er hún á slíkum stundum? Samstaðan er bara gríðarlega mikils virði á svona stundum. Það kannski sást meðal annars á rýmingadaginn. Þá tókst að koma öllum íbúum Seyðisfjarðar og 170 íbúum á Eskifirði sem einnig þurfti að rýma í gistingu svo að það þurfti ekki að gista á fjöldahjálparstöðum. Það kannski er ekki allir sem gerir sér grein fyrir því en þetta er 10% íbúana sem þurfti á nokkrum klukkutímum að fara úr sínum húsum og fara í önnur hús og það var alveg ótrúlegt að fylgjast með því hvað samfélagið vann saman sem einn maður
og að upplifa þetta að allir hugsa í lausnum og gengu samstillt og fumlaust til verks. Þetta er styrkurinn í minni samfélögum að hafa svona samkennd sem að kemur til aðstoðar þegar á reynir. Og við hérna á N4 segjum gleðilegt ár til ykkar Austfirðingar og við skulum þessu næst fá innslag frá tæknideildinni og svo eru næstu viðmælendur forsetahjónin. Þegar þið hjónin eru að horfa á mynd, það er komið koss í bíómynd, segirðu í alveg bingo? Bingo! Haukur Sindri Karlsson og Stefán Atli Dagur. Ég byrja aftur! Atli Dagur Stefánsson Up on Light. Og þannig ætlum við að enda þennan föstudagsþátt. Það er hljómsveitin Aspekt með lagið Up All Light. Takk fyrir að horfa, sjáumst aftur að viku liðinni og verið sæl. Up All Light. Það var það komið. Up All Night. Sæðu? Já. Nú skil ég þetta! Já. Ég var alltaf í ljósinu, fyrir í nóttinni. Ok. Oh my god, komið nú kost á sem þetta sko. Já, árið er senn á enda og við erum hérna núna á Bessastöðum og við erum að leiðin að hitta forsetahjónin Elísu Rít og Guðna T. Jóhannesson og heyra hvernig þau halda upp á áramótin. Hvernig haldið þið áramótin hátíðleg? Auðvitað litast þau náttúrulega líka þessu ástandi en hvernig verður áramótin í ár? Það hefur verið líka, ég bara viðurkenna að ég er líka búin að taka smá svona kanadíska hefð fyrir áramótin líka og einn er að þetta er sko ekki eins formlegt eða allavega í mínu ætting. Maður þarf ekki að klæða sig í fínasta fötin og borða flottasta mat en samt við höfum alltaf haldið þetta frekar rólegt saman. Borða eitthvað sem ég nenni að elda og bara hafa þetta rólegt og horfa á áramótaskaupið og ekki endilega samt í fínasta fötin. Og þá verður örugglega þá bara ekki breyting í ár með því og það hefur verið, að kannski fjölskylda mín eða nokkur bræðina mínu kemur frá Kanada eitthvað, það auðvitað verður ekki í ár. En ekkert stór breyting, finnst mér, fyrir okkur. Nei, sko eftir ég tók við embætti forseta eru áramótin að sjálfsögðu með allt öðru sniði og sú hátíðarstund ólíkt jólunum kannski allt öðruvísi því að það eru embættisskyldur sem setja mark sitt á þessi tímamót. Þannig að þrátt fyrir sóttvarnir núna, þá eru viðburðir sem þarf að sinna og maður tekur því bara auðvitað sem öðru sem fylgir því að gegna þessu embætti sem er náttúrulega einstakur heiður hvern einasta dag. En ég var aldrei mikill svona flugeldakall, naut þess á mínum æskuslóðum að allt kring voru snaróðir pappar yfirleitt, ekki mömmunar, sem keyptu flugelda fyrir svimandi fjárhæðir fannst mér og finnst og nutu þess að sprengja allt í loft upp á nokkrum mínútum og auðvitað er það mikið sjónarspil og aftur þegar við komumst á skrið þá fáum við ferðamennina hinga aftur jól og áramót sem ná að njóta þessa sjónarspils alls saman. Hins vegar grunar mig að flugeldasýningar framtíðarinnar þær verði meira með svona lasergeislatægi og þá verður það aftur mikil sýning á himnum en með öðru tægi bara. En sé, stutta svarið við einfaldri spurningu. Áramótin eru bara eins skemmtilega og sinnhátt eftir að við fluttum hingað og þau voru fyrr á tíð. Hvernig finnst þér þessar íslensku áramótahefðir? Þegar ég kom fyrst til lands, ég fannst þetta frekar klikkuð eins og allir sem kemur hingað fyrst. Trúi ekki með mínu eigin augu hversu mikið þetta var með flugeldasýning og allt þetta. Já, fyrirgefðu, er ekki líka í Kanada, það má ekki skjóta flugeldum bara út af skógareldahættu. Já, það er bara bannað og
Jú, kannski eitt sem ég fannst öðruvísi þegar ég var krakki allavega. Ég man svo vel að við vorum að borða saman, fjölskyldan, og fórum oft út að skauta eða eitthvað í snjónum. Og svo fórum við bara að sofa á venjulegan tíma, það byrja klukkan 8. Og svo mamma eða pappi var að vekja okkur 10 mínútur í miðnætti til að telja niður á miðnætti. Við vorum ekki alveg vaknað bara þanga til. Og mér fannst þetta svolítið, ég skildi aldrei hvernig börnin gat verið vaknaði svo lengi á kvöldin, en núna ég búin að fatta að þetta bara, börn eru vakandi miklu lengri hér yfirleitt heldur enn í Kanada, en jú, þetta kannski meira öðruvísi hefðir fyrir gamlarskvöldi hér heldur en jafnvel jólunum, af því að miklu meira svona formlegt og gert með fjölskyldan. Í Kanada þegar maður er orðin svona 14-15, það er ekki cool að vera með mömmu og pappa á gamlarskvöldi, maður vil bara vera með vini sinum. En þetta líka fallið, það sýna hversu sterk svona fjölskyldu tengsl eru hér. Ef við ljúkum þessu á svona stórri spurningu, já, á áramótunum þá gerir maður upp árið að sjálfsögðu. Og hvað ætlum við að taka með okkur frá 2020 inn í 2021? Við tökum með okkur mátt samstöðunar, bjartsýni byggða á raunsæi, reynslu liðins árs sem gerur okkur kleift að hugsa á þann veg að við getum verið viss það að komandi ár verður örugglega betra. Ég bara tek undir það. Stolt að fara í gegnum þetta, taka það sem búin að læra og kannski að hugsa þessi grunngildi fyrir okkur sem einstaklingur, sem manneskjur, sem samfélag og halda þetta áfram. Við þökkum forsetahjónunum kærlega fyrir þetta, en frá Bessastöðum höldum við norður á Skagaströnd, nánatiltekið í Spákonuhofi. Já, við vorum með spákonu í upphafi þáttarins, en Spákonuhofið býr svo vel að vera með nokkrar spákonur. Sigrún Lárusdóttir, hún spáir í rúnir og nú magnast spennan góðir áhorfendur og við skulum sjá hvað framtíðin ber í skauti sér. Spennandi. Við gerum fleira en líta í spil, við notum líka fornaraðferðir. Þetta hérna ílát geymir rúnirnar okkar. Þetta er húspungur, ekta, hér er ekkert fals. Og þessar rúnir eru ristar á kindakjúkur, svo að þetta sé nú öllu til skila haldið. Nú ef við byrjum á líta á þetta hérna, þá byrjum við í jörðinni. Það er raunveruleikin sem við erum að fást við. Hann er ekki mjög léttur. Við erum með rúnina Kaun sem að segir það verða margir særðir eftir þetta síðasta ár og það tekur þá tíma að vinna úr málunum. Og þursinn, hann segir, þetta er bara ekkert búið. Það er ýmislegt eftir. En árið segir, þið verðið að vera þolinmóð. Það þýðir ekkert að göslast áfram sem okkur hætti svolítið til. Og við búum okkur undir að það verða breytingar. Það verða breytingar á lífinu okkar, það verða að vera breytingar. Nú, í eldinum, það sem brennur á okkur, það er eiginleiki okkar Íslendinga, það er elgurinn. Það er að setja undir þessu hausinn og æða á stað í hlutina. Það er dálítið ríkt í okkur. En ásinni hér lík, það er hún skynseminnar, það er heppilegra að nota hana með. En annað sem að skapa róðagott, það er jórinn. Það er líka kannski, við fáum hugmyndir, rjúkum á stað, gera þetta. Við erum ekki búin, þá erum við komið með aðra hugmynd og það er vaðið á milli, það er ekkert klárað. En Íslendingar og hjá okkur þá verður fjölskyldan alltaf í fyrirrúmi. Því að Yngvin hann segir það, hún er það sem mestu máli skiptir. Nú, lögurinn, hann segir, það væri nú ekki allt í lagi að stoppa aðeins við, skoða aðstæður og laga sig að því sem býðst. Það þýðir ekkert að rífast út af hlutum sem ekki er hægt að breyta. Nú, við förum hér í vatnið og það er alveg sama. Þarna koma 2 óðagotsrúnirnar, það er Týr og það er svo Boginn, það dregur aðeins úr. Týr er orrustugvöðinn og hann hefur afskaplega ríka réttlætiskennd og trúir á sannfæringu sína og hann böðlast áfram og segir ég skal takast á við þetta, ég hef rétt fyrir mér. En svo kemur Ýr aftur og Ýr segir
þú verður líka að taka tillit til annarra og ekki spenna bogan of hátt og þú verður aðeins að líta á annarra sjónarmið. Nú, verndin hún framkvæmda og áhuga á því að gera vel og mikið, það kannski fer ekki alltaf eins, að rennur stundum út í sandinn vegna þess að björkin fullt af góðum hugmyndum, en þær komast ekki alltaf í framkvæmd. Ef við förum hérna í loftið, þá svolítið, það svolítið erfitt. Þetta svolítið framundan hjá okkur það sem að berjast við og það byrjar raunverulega, það ísinn. Ísinn, okkur finnst að við séum frosin föst. Við komumst hvorki aftur baka áfram. Þetta eins og að vera fastur í hjólförum, festa sig einhvers staðar og maður þarf að komast upp úr hjólförunum til að ná áfram. Nú, það kemur líka hérna nauðinn. Hún segir þetta eru tímabundnir erfiðleikar og þetta yfirleitt ekki persónuleg mál heldur þetta í efnahagslegum toga. Peningarnir hérna, fé í miðjunni og mikið lifandis ósköp langan og alla að eignast þessa peninga, gengur misjafnlega. Og Hagallinn, hann bendir líka til þess, það eru vissulega nú stundir, það eru erfiðleikar, við erum ekki alveg búin að sjá fyrir endan á þeim, en síðustu rúnirnar í loftinu eru aftur á móti afskaplega góðar. Það dögunin, dögunin ein allra besta rúnin, það komin nýr dagur, nóttin liðin, sólin að koma upp, nýr dagur með ný tækifæri og það að gera að nota það. Og með því kemur sólin og sólin hún velgengni, svo þetta endar nú vel, en við verðum að fara í gegnum nokkrar þrengingar áður en við förum að njóta sólarinnar. Já, og þá vitum við nákvæmlega hvernig árið 2021 kemur til með að líta út. En þessi þáttur, hann á enda og við þökkum öllum þeim viðmælendum sem gáfu sér tíma til þess að vera með okkur í þessum þætti. Sannarlega. En við á N4 þökkum áhorfendum fyrir áhorfið á árinu. Það var glæsilegt og Íslendingum öllum óskum við gleðilegs árs. Við ætlum að kveðja þetta fordæmalausa ár og við ætlum að fagna nýju ári. Já, kveðjum árið 2020 og höldum bara glöð inn í nýtt ár 2021. Bestu kveðjur til ykkar allra og takk fyrir áhorfið.